Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta, þráðbeint frá Suðurnesjum. Þátturinn er fjölbreyttur að vanda, enda mannlífið magnað á svæðinu. Við erum stoltir hérna hinum megin við okkur. Já, nýbyggingarnar. Það bryggir sem svara fyrir sig. Það var okkur að skamma. Líst ykkur ekkert á þetta? Ég ætla bara að sjá til þegar þetta er búið. Þetta var nefnilega mjög gaman að sjá, ég held að það verið mjög gaman að sjá þetta þegar það er tilbúið. Íþróttahúsið er allt og lítið þetta. Stundum þegar maður verið að fara á leik þarna, þá maður þurft að bíða frammi af því maður kemst ekki í gegnum litlasalinn inn í áhörundarsöldin. Og svo að fara að skerða stúkuna sem er að inni. Við erum stödd í sundlauginni í Grindavík, þar sem við ætlum að ræða við bæjarfulltrúa og aðra gesti sem að koma hérna í pottinn. Og hér er búið upp á smá nýjung í menningaviku, Grindavíkur. Já, þetta er nú reyndar ekki í fyrsta sinn sem þetta er gert. Þetta er búið að vera núna í allavega 2-3 ár. Þá er þetta hluti af menningavikunni að bæjarfulltrúar mæta í pottinn klukkan 7 á morgnana og eiga í góðu bara svona pottaspjalli við íbúa, þá sem eru mættir. Og það hefur nú reyndar verið misjafnt hvort það eru bæjarfulltrúar eða á síðasta árið það voru nú einhverjir frambjóðendur til alþingiskosninga fengnir, þetta hafa rétt fyrir alþingiskosningar. En það hefur mælst vel fyrir þessu og þetta er svona skemmtileg viðbót við vikuna. En svo líka gaman að segja að við vorum 3 frambjóðendur í Grindavík til alþingis síðast. Komum allir í pottaspjallið og komumst allir inn á þing, þannig að þetta virkar greinilega vel. Já, þetta er skemmtileg punktur. Það er myndið eitthvað svona sem er skemmtilegt að nefna. Það er alveg stórmerkilegt hérna í pottinum að hér er verið að slá upp og steypa. Og hérna á hverjum horni í pottinum eru fullt af fólki sem veit mikið meira uppslátt og steypu heldur en þessi gæjar sem bara vinna þarna. Það er rosalega mikið þannig sko. Hér eru sérfræðingar alveg allt sko. Sveipaðu í bloggheimum. Jú, auðvitað. En svo er alveg eins með smiðina. Smiðin eru líka miklu betri sérfræðingar hvernig átt að teikna þetta og hanna þetta heldur en það er gert sko. Já. En það er náttúrulega líka bara eðlilegt í bæjarfélagi þessar starf þegar það er ekki svona framkvæmd, þetta er engin smá framkvæmd og kostar mikið af pening og þá er það bara mjög skiljanlegt að fólk hafi skoðanir á því hvernig á að byggja þetta og hvað vilja hafa og það er bara frábært. Og hafa viðbrögðin verið góð? Hafa margir komið og vilja spyrja ykkur spurningar? Já, það er svona misjafnt, það er alltaf einhver mæting. Svo er það líka held ég bara viðleitnin að vera komin sko. Fólk veit að það hefur afgangað að manni og þannig að þetta hefur bara mælst mjög vel fyrir íbúð. Við erum búin að ná að vinna mjög vel saman á þessu kjörtímabili í Grindavík. Við höfum verið að reyna að innleiða svolítið nýja aðferðir, bara eins og við fjárhagsáætlunina, þar koma allir að og allir flokkar og það skiptir ekki máli hvaðan góð hugmynd kemur, auðvitað góð hugmynd, þá er bara að vinna með hana, sleppum þessu hrossakaupum, ræðum bara saman og þetta hefur bara reynst mjög vel og við höfum talað um það í meirihlutanum að það verður svolítið sérstakt að fara í kosningabaráttu núna og því að þetta eru þessi mál sem hafa verið í gangi, við tökum alla ábyrgð á því og við erum mjög samstíga framtíðina þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig kosningabaráttan á eftir að spilast út. Velkomin hérna í útibú Landsbankans í Reykjanesbæ. Eins og þið sjáu að þá er vor í lofti og það styttist í fyrsta leikinn á keppnistímabilinu. Þannig vonandi að grasinn á eitthvað að grenka áður en við hefjum það. Nú, við erum að hittast hérna af því að það er verið að kynna nýja búning og það er nýr búningur. Tilefnið er svolítið það að það er 50 ár síðan að knattspyrnudeild Keflavíkur vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil. En maður geta þess að þessi búningur er eingöngu spilaður af meistaraflokki karla í ár. Eini flokkur sem spilar í svörtu, allir aðrir verða áfram í bláu. Já, Þorsteinn, það er tímamót hérna hjá Keflavík, svartur búningur og hann lítur vel út. Hvað er svona ástæðan á bak við þetta hjá okkur? Já, ástæðan er að það er 50 ár síðan við verðum fyrst Íslandsmeistarar, 1964 og okkur fannst það tilvalið að nýta þetta tækifæri og heiðra þessa frábæru knattspyrnumenn sem lönduðu titlinu þá og bara félagi í heild að gera eitthvað skemmtilegt
það var svona kannski hugmyndin á bak við það. Jón Óli, þú ert komin í þennan búning aftur hérna, svarta litin, þetta er engin sorgarlitur, þetta er gleðilitur fyrir þig. Já, það er ótt að segja það, reyðar gamla góða tíma. En hvernig líst þér á svona við fyrstu sín? Búningin? Mjög vel, mjög vel. Munið þið leika í þessum búningi bara á heimavelli eða á öllum leikjum í Pepsi-deildinni? Við munum leika í honum öllum leikjum sem við getum leikið, sem við þurfum ekki að nota varabúning. Og eingöngu þetta ár er planið að spila í þessum búning. Og þú kannski manst eftir þessari tilfinningu ennþá í dag, 50 ára seinna? Jú, ég man vel eftir því. Sérstaklega eftir munnlegt náttúrulega að taka á móti þessi í sparihjóttorinn á Laugardalsvellinum. Það var dálítið sérstakt og ég veit ekki hvort að það hefur verið leikið eftir aftur, sko. Jæja, Hörður, þú ert komin í þennan nýja glæsilega búning, hvernig svona líst þér á og hvernig tilfinning er þetta? Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta er rosalega flotti búningur og allir dítilar og allt kom bara mjög vel út, þannig að ég er bara mjög spenntur að fara að spila í þessum búningi í sumar. En það er engin pressa sem fylgir því að fara í þetta, já, fyrsti titilin kemur 64 og nú kannski eykst álagið á ykkur að fara að skila titlum? Ég veit það nú ekki, það er bara fyrst og fremst mjög mikill heiður að fá að heiðra þessa herramenn sem að koma með fyrsta titilin í Keflavík og lítum á þess bara sem stóran heiður að fá að taka þátt í því. En hvaða svona væntingar hefur þú fyrir tímabilið á þessum tímapunkti? Við erum búin að spila vel, þannig að við förum bara fullið tilökunar og bjartsýnir inn í tímabilið og það er mjög mikilvægt að byrja tímabilið vel. Það er leikið þétt í upphafi og ef við náum einhverjum úrslitum þar þá getur þetta verið mjög skemmtilegt tímabil. Hér í dag fer fram forvarnadagur sem að fer fram 2 ára ári á Suðurnesjum. Hvernig dagur er þetta? Þetta er samstarfsforvarnaverkefni lögreglu, slökkviliðs, TM, Tryggingafélagsins og Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Reykjanesbæjar. Við förum í gegnum Fjölbrautaskólana, það sé að það eru yfir 90% krakka á aldrinum 16 til 17 ára sem að hefja skólagöngu, þannig að við náum mjög stórum hluta þar inn í þennan dag. Verkefni snýst náttúrulega þetta eru krakkar sem eru að fara að hefja að fá bílpróf og við erum að fara í gegnum svona þessa þætti sem að snýra að ábyrgð ökumanns, hegðun og bara hver þeirra þáttur er svona í lífinu þegar þau eru komin út með bílpróf út í umferðina. Þekkið þið eitthvað sem hefur lent í umferðarslysi eða verið valdur að slíku? Ég lenti í umferðarslysi síðasta föstudag. Og fór það ekkert illa? Nei, ég var á 0 km og hinn var bara á 20 eða eitthvað. Forvarnadagurinn í dag, hvernig líst ykkur á það sem er komið hingað til? Mér finnst þetta bara fínt. Hvað finnst þér áhugaverðast? Já, kristalöggu. Fíkniefna, akstur og svona. Fræðslan sem er búin að vera hérna uppi, það er fyrirlestur. Hvað er svona mest sláandi þar? Hvað var mikið af fólki sem keyrir undir áhrifum? Við skiptum hérna, þetta eru 4 stöðvar, krökkunum er skipt upp í 4 hópa. Ég er hérna með, og það er 20 mínútur í senn. Ég er með snýra þátti sem er með ábyrgð ökumanna. Síðan er annar lögreglumaður hérna sem fer í varandi sektirnar, brotin, fíkninaksturinn og ferli í kringum það. Síðan er slökkviliðið, þeir eru með ölfuna gleraugu og krakkarnir labba svona og fara í gegnum þrautir með það. Og síðan er það TM, tryggingamiðstöðin sem er með tryggingaþáttinn og ábyrgð gagnvart þriðja aðila. Þannig að þau fá heilmikla innsýn inn í marga þætti sem að snúa að þeirra ábyrgð þegar þau eru komin út í umferðina. Og síðan endum við þetta á sviðsettu slysi hérna fyrir utan. Látum þetta líti út bara eins og sé tilkynnt alvarlegt slys og lögreglan kemur á staðinn og sjúkraliðið og þarna er ölvaður ökumaður sem að olli þessu slysi, lögreglan kemur á staðinn, hann er handtekinn og síðan fer slökkviliðið að vinna með það að ná fólkinu slösum og látnum út úr bílnum. Þannig að við reynum að gera þetta nokkuð eins raunverulegt og við getum þegar við þurfum að fara í umferðarslys og þau taka þátt í þessu og bara virkilega fróðlegt og vonandi að þau fara með eitthvað nesti inn
inn í lífið eftir þennan dag og þessi dagur hefur verið mjög vinsæll, við höfum gert kannanir með krakkana og við erum bara að skora mjög hátt. Þannig að við höldum bara áfram með þetta góða og skemmtilega verkefni. Síðan hefur maður heyrt að önnur sveitarfélög eða slökkviliðar finnst þetta frábært verkefni og vilja gera þetta en við erum allavega hérna einu eins og ég veit hérna fyrir sunnan sem við erum að gera þetta. Veistu hvort það einhver hugur í öðrum annars á landinu, einhver undirbúningur á sama hátt? Veit ekki til þess, en eina sem ég veit bara að þegar við fórum á stað með þetta fyrir einhverjum, ég held að það séu örugglega 8 ár síðan, að þegar aðrir fóru að heyra frá þessu verkefni og þá var mikill hugur og svona, en ég veit ekki til þess að það sé komið á stað, en virkilega flott og spennandi verkefni. Við þakkum fyrir áhorfið en við mætum að viku liðinni með nýjan þátt frá sjónvarpi Víkurfrétta. Hægt að fylgjast með nýjustu fréttum frá Suðurnesjum á hverjum degi á vef Víkurfrétta www.vaf.is. Við þakkum fyrir okkur, verið þið sæl. Lífrænt frá Englemar. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is. Það styttist í golfsumarið. Fréttir af golfi alla daga. Kylfingur.is